Leikfélag Fjallabyggðar mun föstudaginn 11. mars frumsýna leikritið í Síldin kemur og síldin fer og ég fengi hérna leikstjóran og leikara til mín á svæðið. Hvernig byrjum á þér? Þú ert náttúrulega búin að vera leikstýra í Leikfélagi Fjallabyggðar og alin upp í Ólafsfirði og búin að vera þarna í hvaða skipti? Þetta skal ég segja þér, ég held ég fari rétt með 9. skiptið. Já. Sem ég leikstýri og sko varandi síldin kemur og síldin fer þá leikstýrði ég reyndar sko 1998 hjá Leikfélagi Ólafsfjarðar sem hét þá. Síðan sameinuðust félögin á Siglufirði og Ólafsfirði og svo allt í einu eru liðin 18 ár og þá allt í lagi að taka leikrit aftur og þetta passar vel inn í þetta samfélag sem er hérna nyrst á Tröllaskaganum. Viltu lýsa þig pínulítið? Já, þetta svona, köllum þetta söng og gamanleik og þetta lýsir einu sumri svona í lífi fólk sem að vinna á Síldarplani, á Fagrafirði og það eru svona smá árekstrar við heimamenn sem finnst líst nú kannski ekki á þetta síldarævintýri og þarna eru síldarspekulantar, lífsglaðar, síldarsoltunar stúlkur og unglingar sem að ná sér í peninga áður en fara í skóla og aflaskipstjórar og það eru mjög margar skemmtilegar persónur í þessu verki. En hvernig það með þig? Þú ert að leika? Ég að leika, já. Hvenær hófst nú þinn leiklistaferill? Já, hann hófst þegar ég var 70, sko. Já. Þannig að ég var 75 í haust. Já. Þannig að þetta hefur gengið ansi hratt fyrir sér svona eftir að þetta byrjaði. Hvernig kom það til? Af því að það nú ekki endilega margir 70 sem að ég treysta sér til þess að fara út fyrir kassan og fara að stíga á svið. Nei, þetta kom nú eiginlega til bara út af ljóðalesturskvöldi einu sinni. Já. Og hófst þetta. Var svona gestalesari. Já. Og ég veit ekki, það kitlaði mig eitthvað bara að fara þarna upp og finna það hjá sjálfum mér að ég gat þetta. Já. Er þetta eitthvað sem hefur blundað í þér? Ég náttúrulega búin að vera svo tengdur þessu. Konan mín var alltaf að leika frá því að hún var bara, við vorum ung, byrjaði strax í Leikfélagi Ólafsfjarðar og hún var með sér formaði leikfélagstíma og ég verið svona viðloðandi leikfélagið. En þú hefur aldrei kýlt á það fyrir þarna, hvers vegna ekki fyrr? Bara nú hún frí að hættir að vinna og hafi nógan tíma. Segðu mér eitt, ef það eitthvað þarna úti sem að upplifir að hann sé of gamall til þess að prófa eitthvað nýtt eða eitthvað sem hann hefur dreymt hvort sem það nú leiklist eða eitthvað annað, hvað myndirðu segja við hann að þinni reynslu? Ég myndi bara segja hann að drífa sig, gera það sem hann langar til að gera. Ef hann svo mögulega getið það, sko. Og hvaða hlutverk ertu núna með því Síldin kemur og síldin fer? Ég leik hrossabóndinn Ófeig, sem hefur allt á hornum sér. Já, alveg brjálaður. Ekki hrifinn af þessu pakki. Og líf þarna á sunnan. Nei. Og sem sagt, konan hans er væntanlegur erfingi landsins sem að planið stendur á. Já, já. Þannig að þau eru með sífelldar hótanir það að hér verði nú ekki saltað framar. Nákvæmlega. Já. Það hljómar eins og það sé algjörlega dásamlegt og það eru margir sem taka þátt 20 manns í uppfærslunni eða svo? Já, ég sennilega rúmlega 20 leikarar og svo náttúrulega allir hinir sem koma að þessu þannig að þetta er ótrúleg elja líka í fólki sko að við vorum að æfa til verða 11 í gær og svo það er fólk að mæti vinnu og vinnur allan daginn og kemur svo og æfir á kvöldin og helgar. Nú erum náttúrulega æft á hverjum einasta kvöldi, sko. Og við erum komin hingað núna og svo á ég að vera mættur hjá eldri borgurum klukkan 2 í dag og svo æfingu í kvöld, sko. Auðvitað, það er það sem ég frétti, bara yfirleitt að fólk hættir að vinna og þá verður mest að gera. Já, það er. Jú, þá er aldrei friður. Nei. Gaman að fá ykkur, miðasala, svona fyrir praktísk upplýsingar. Já, sko, praktískar upplýsingar, það er nú eins og ég veit ekkert hvar, en þetta er í Tjarnarborg. Já, þú mátt bara mæta kannski. Menningarhúsi í Fjallabæjar, Tjarnarborg í Ólafsfirði og frumsýningin er semst 11. og svo erum við sýningu 13. og 17. Koma örugglega auglýsingar núna í næstu dagskrá. Já. Og þá held ég að það verði símanúmer sem hægt er að hringja í og panta miða. Yndislegt. Þannig held ég að þetta verði nú. Þetta er skotelt.
Já, alveg skotið, já. Takk fyrir komuna, herra minn, og poi poi. Já, takk fyrir. Við sjáumst eftir augnablik.